Herri, Sveinn, þú hefur ekki bara verið að spila, þú kláraði Demon's Souls. Og ég bara halda áfram mér sem þú veist, í þokkabót. Mér vandar 6 trófís á blaðinu. Ég veit ekki hvernig það verður. Ég ekki að halda fram, ég mun ná því. Vel gert. Ég ætla að leyfa ykkur Steinar sem tekir að veit bara. Hvað getur sagt mér þetta ferling? Varstu ánægður að klára? Lífsreisla. Já, akkurat. Ég auðvitað ekki einhver hardcore Souls-gauri. Það Steinar og aðri síðan þekki. Ég varð það að minnka með aldrinu. Ég bara dablari, sko. Þú veist, ég búin að vera að fikra með það. Ég byrjaði í Bloodborne og síðan svona hægt og rólega. Ég búin að love-hate ástarsambandi við þessi leiki sem þið byrja að koma út. Mest hate. Og það svona... Sérstaklega Sekiro hef ég heyrt. Hann er ennþá heitlistanum mín, hann hefur ekkert fest til þar, hann verður örugglega alltaf þar. En ég tók þetta svona í öfurröð, ég byrjaði á Bloodborne og fór síðan í gegnum 1, 2, 3 og núna er ég loks að spila Demon's Souls. Og ég verð að segja sko, þó mér fannst Ratchet & Clank-leikarnir fallegur, þá finnst mér ennþá Demon's Souls flottasti PlayStation 5 exclusive-leikur sem til eins og og þarna svona svakalega lúkki alveg hinum megin samt einhvern veginn stemning. Ég elska vinnuna sem búið lögð í þetta. Ég meina, fyrirtæki sem endurgera leikinn fyrir Sony, Bluepoint Studios, eru búin að vera að vinna síðasta árin af ótrúlega mikið bestu svona HD remaster útgáfum af leikjum sem hafa verið að koma út, til dæmis á PlayStation 3 og 4. Bestu útgáfurnar voru unnar af þeim, eins og Metal Gear safnið og Shadow of the Colossus og Ico safnið. Síðan þetta gerðu þeir fyrir 2 mánuðum síðan, þá endurgerðu þeir frá grunnunum Shadow of the Colossus fyrir PlayStation 4. Svakalega. Og það var eiginlega fyrsta svona eldskipni þeirra raunverulega, þess að þeir hafa bara verið stúdíó sem hefur verið að gera, veist, bara betri útgáfur. Og Demon's Souls er annar leikur sem þeir endurgera, ekki bara, þú veist, spiffa upp í hærri upplöðun og betur fermið og eitthvað, heldur alvöru vinna frá grunnunum. Já. Og það búið gaman að sjá sko það má líka segja eitt sko ólíkt eins og Final Fantasy 7 þá breyttur ýmstu en þeir sko endurgera en fylgja alveg sko skrifslum, hreyfingum, hvernig bosses haga sér. Já, þeir tölum það í mjög góðri heimildamynd á YouTube sem NoClip gerði, sem fjallar þetta endurgerð. Þá eru þeir að tala vinnuna sem fór á bak við að rífa í sundur PlayStation 3 útgáfuna og byggja hann upp aftur og byggja nota hana sem grunninn sem þessi leikur var byggður á, til að hreyfingar, viðbrögð, óvinn og allt væri eins. Þannig að leikmenn sem hefðu spilað gamla leikinn myndu finna sig strax í hinu, þó hann líti allt þessu út. En þá innst inni væri, þú veist, tíminn frá því þú slærð skildinum og gaurinn slærð sverðinu og allt þetta dót þegar að bregðast við því sé eins. Og það kostur eða galli að þeir fari svona nákvæmlega eftir gamla? Sko, þeir samt laga vissa hluti, til dæmis eins og sérstaklega þess að tölum í þessu hefði. Við tölum byrjunlegt. Item management, þeir laga það. Já, þeir laga miklu þægilegri inventory system og það er svona líklir svona, quality of life hlutir eins og kallar sem eru auðveldari sem við erum vani í dag í töluleikjum en voru ekki eins mikið áður fyrr sem er til staðar. Þeir bæta við til dæmis með hljóð og svona, það bæta við heilmiklu þar og grafík. Já, þetta er ekki alveg kópering, það er ekki hægt sko. Eins og ég segi, þetta er þetta endurgerð en sko þeir laga samt sko fyrir flesta svona Souls-leiki, mesta vandamáli fyrir flesta sem byrja, þetta er þetta hrikalegt fjall að klífa þegar þú byrjar. Þú veist lítið sem ekkert vanalega, þú ert ekkert annað alltaf einhvern veginn sem er sérfræðingur og vanalega bara fyrsti óunnum sem mætir er bara berði í hakk og fyrir sumarleik minni er þetta bara haha, áskorun, ég ætla núna bara að vera hérna þannig næði að drisslæði og meðan burgurinn fyrir ekki. En meðan aðrir eru bara, þetta er ekkert skemmt, ég er hættur, bæ, ég fæði. Það er fyrst ég gerði þegar ég spilði Demon's Souls uppfram á PlayStation 3 og bara, ég mætti fyrsta gaurðum, hann barði mig í harfisk og ég bara, þetta er skemmtilega, bless. Nokkur mánuðum síðar spilði Dark Souls 1, sama sagan. Ég teka núna bara, hvað er ég að gera með sjálfum? Það sé bara eins og eitthvað rófið til hjá mér allt í einu og það var Bloodborne fyrir mér. Að þá actually komst ég yfir einhvern hann og byrjaði að hafa gaman að þessu, sjúkt en satt er. Og ég er búinn að hafa rosalega gaman að spila þann leik, ég hafði aldrei spilað hann í gegn. Það var eini leikur í þessari seríu sem ég hef ekki spilað og ég
aftur til Sekiro ekki með þess að hann sadomasochismi sem enginn á jafnvel harðir Souls-spilarar sem ég þekki elska hann ekki eins mikið á einanleikina, svo ég nota mér það sem afsökunar. En það sem ég fæ út svona Dark Souls-leikjum og svona, það maður sekkur inn í hennan heim. Það bara hverfur inn í hennan heim. Ótrúlega gaman að bara kanna atmosfæri heiminn. grípur mann, sko. Og þessi spenna að maður getur drepist bara við næsta horn. Já, þessi leyndarmál líka og þú veist, eins og núna ég að dambla svolítið í þetta leikurinn með þess að kalla World Fantasies, þú veist hvað ég að meina þú getur verið hvítt eða getur verið svart. Hvítt gott, þá leikurinn aðeins auðveldari. Trófím líka, því miður. Og svart leikurinn erfiðari, þá koma nýja óvinni í staðinn. En sko það sem leikurinn alltaf brútalega og það sem þú veist ekki, til dæmis sko vegna þess að ég leikjum allir þannig að þú getur verið í svona human form þá með meiri heilsu, eða þú getur verið í soul form þá með minni heilsu. Málið að því fyrst þegar maður byrjar að spila leiki þá reynir maður að vera í human form sem maður meiri heilsu, maður veit ekki betur. Það sem maður átti að segja í Demon's Souls að leikurinn refsar fyrir það. Að vera hvað með meiri heilsu? Já, að vera human. Því oftast þú derð að berjast í óvinni sem human því erfiðar vera leikurinn. Og hann færist til Dark Soul tendency, þannig að tæknilega séð þín reynsla eða vanhæfni getur sagt til þetta byrja leikinn það ekki nóg refsa manni fyrir að deyja, það refsa manni fyrir að deyja nákvæmlega, það málið og þú veist það ekki fyrst, þú spila, þú bara hvað gerst, akkur leikum erfiður og ég skil ekkert í þessu og þetta er stundum, það hefur alltaf verið sko, sumir Souls-spilarar elska þetta leikurinn segir ekki neitt, menn aðrir eins og ég stundum vil óska þess að leikurinn geði manni fjandast hint kannski er þetta ekki góð hugmynd en þú veist mann refsa fyrir að finna ekki réttu hlutina og hvað er það sem gera nerveri já, heilsæðin þetta minnkar þú deyrð þá lækkar heilsæðin þannig til að finna hring þannig að þú allir komið með 50% heilsunni og eins og þetta var áður fyrir gamla Demon's Souls þú Steinar, þú leirði mig við að segja einhverju veitlisu áðurinn á að patsað, skils mér, það var þannig að hún hélt áfram með höggvar heilsunum, þú veist, góðin 25% heilsunum. Já, þú fórst mjög lágt. Og er ekki Plague ennþá í þessu? Jú, Plague og Poison en það er ekki eins, já. Var ekki leið til að lagfæra það? Þú getur fundið hring sem leyfir, en málið þetta var erfiðar í fyrsta leiknum, en þeir löguðu þetta. Eins og fólk fannst þetta aðeins svo gróft, ég meina þú skyndilega komið 25% heilsu og bara allt í einu, heyrðu, ég þarf að koma. Það sem hver óvinur getur, þessi leikir eins og Steinar tala er þannig að, þú veist, hver einustu óvinur getur takað þessi drepið þig, ef þú passar þig ekki, en síðan seinna meir getur þetta farið og rúlað gegn það ef þú byggir þig rétt við. En það getur alltaf sem verið einhver punktur sem bara tekur og rústar þetta fyrir þér og þú bara tapar öllu sem varst með og þú tapar þetta ekki vopnunum eða hlutunum svona, en þú tapar gjaldmiðlunum sem notar til að kaupa hluti og byggja þig. Já, þú ert að safna hann aftur. Og þú verður að ná hann aftur áður nú deyrð. Það er triksið, hlaupa aftur á líkinu og drepa allavega. Fyrst ég spila þetta bara, af hverju þarf ég að drepa alla gaurina aftur sem ég var að enda við að drepa? Og maður er bara, djöfis, ég sér það ekki, þú veist, en hversu erfiður er hann með hina Souls-leikinn? Hann er ekki eins erfiður, þannig að séð. Þeir líka löguðu byrjunarleiknum. Það sem kom í ljós var að mjög margir sem spiluðu fyrsta Demon's Souls komist aldrei fram með fyrsta bossunum. Þeir bara gáist upp sko. Og hann er reyndar frekar auðvitað þannig að þið þurfa að fatta hvað það virkar. En hann var það erfitt og það var það margt erfitt kringum þetta að flesti gáist upp. Þeir stilltu svona út þannig. Ég held að bossi séu auðvitað í þessu. Já, og líka bara þeir byggu til þannig að þú ferð miklu meiri heilsu items í byrjunarleiknum núna en þú fyrst áður fyrir. Þetta er bara svona lítill hlutur og óvinir droppa meira en þau gerðu áður fyrir. Þannig að það hjálpa þér að komast lengra til að sjá hvort þetta sé fyrir þig ekki. Þannig að þú átt meiri séns að komast í gegnum fyrsta bossinni en áður fyrir. Og þá, eftir þú búið með hann, þá opnast leikurinn upp og þá getur þú meira að sé held ég hvort þetta sé leikur fyrir þig ekki. En ef þú kemst aldrei fram hjá honum, þá veist aldrei raunverulega hvað þú ert að missa við ekki. Leikur ætti að bjóða mann svona demo, ef maður getur ekki undan.
Ef þú getur unnið Fá að keypt endurgreitt. Þessi leikir eru alræmdi fyrir þá. En Er ekki hægt að Souls- stilla svona eins og í Ratchet & Clank þar sem að þú bara Nei, deyrið það- ekki? í stund- ég hef Já, oft- men- Ég hef veitt mörgum klukktum rökraði félag minn eins og erfiðstillingu töluleikjum og mér finnst stundum eins og það mætti alveg vera aðeins auðvöldara stilling en sko þeirra þessa tegund af auðvöldi erfiðstillingu vanlega í þessu leikjum veldu þennan klass, þá leikurinn aðeins auðvöldara fyrir þig og þá gerur eins og sumir segja að þú svindlar eða þú notar Þetta er svo aðsynlegt. Jesus. Já. Já, en þú bættir þetta við þeir gerðu leika 1+, þeir tóku hluti úr nýri leikunum en þú getur flengið fleiri leikmenn með þér í einu svo þú getur kallað til aðra leikmenn til að hjálpa þér Já. þú getur skrifað niður skilabóð í jörðina og búðist þess að hjálpa öðrum fyrir framann boss kannski þú getur sett merkið niður og þá kallar annar leikmaður á þig og þú kemur hann og hjálpar honum sem þetta mjög þægilegt og þú fær velum fyrir það og hann græðir það líka eða þú getur verið óslega mikið dekk og innveita leikinu öðrum og gert þeim lífið leitt það getur verið, það er sumt fólk sem lífir fyrir það, þetta er bara eins og liði sem Já, strákurinn minn elskar það, PvP. ég getur sagt Hann einn af þessu 13 ára sem... Já, þú veist Og hlæðir aftur á, með púkana. Þetta er eins og lið sem típakar. skotleikin sem situr snæpar Allra vesti. spóncam bara, já, en þetta er svona þú veist, þetta laðar að ýmsar tegundir af hópa, ég myndi seint segja þessi leikur fyrir hvað sem en ég myndi segja þetta er verið að skoða og hann er þetta svo flottur. Og hvernig tilfinning var það að klára leikinn? Það var svo real, sérstaklega vegna þess að sko, ég bjóst ekki við, ég var búin að berja hausnum svolítið á vegginn í byrjunni. Ég tók nú tíma að reyna að finna klass sem hentaði mér. Ég valdi auðvöldu leiðina, ég valdi karakter með Magic, það var alltaf verið alræmt með Demon's Souls uppræðanlega að þú gast nota Magic og svindla á leiknum. Fyrir suma hardcore spilara er það bara helgispil og þú vogar þér að gera það. Ég eftir á móti bara með það einfalda policy í svona leikjum er hérna bara ég beiti öllum belliðbreyðum í bókinni til að komast áfram sem ég langar að klára leikinn. Hvort það sé að fá hjálp frá einhverjum öðrum eða misnáttum að gera greint óeins í svo standa á einhverjum staðar frá nærmér ekki að skjóta hann, akkur ekki. Og eða eins og ég gerir Dark Souls 3 að brjóta gera greint leiksins svo mikið, ég lauma mér gegn hurð sem ég átti ekki að geta komist í gegnum beint og barði bossinn til bana og með hann stóð kjur og gerði ekki neitt vegna þess að það var ekki Þetta mjög margir, ég held að sé meira en 50% sem nýta sér glitches í Dark Souls. En það er gaman stundum við þessi leiki líka, að skoða myndbönd og sjá hvernig fólk gerir þetta. Sýnir eru geðsjúklingar í dag, þetta er ekki fallega orða, ég skal athyglisvert fólk sem reynir að gera leikina erfiðari fyrir sér. Þetta er eins og fólk sem er farið gegnum þessa leiki á þess að reyna að fara gegnum á þess að vera að hitta á óvinum einu sinni, sama hvað óvinni. Þeir sáuði hann að það gerði eitthvað Sekiro blindandi. Eða spila leiki með dansmötu eða Guitar Hero og maður bara skilur ekki hvernig, ég er að berjast með fjastringunni og bara, hangandi bara á nöglunum stundu bara að reyna að komast áfram og þessi gaur að gera þetta bara með loka augun og með enga brynju og bara basic vopn og level aldrei upp og maður er bara hvernig er það að fara að þessu? Þetta er auðvitað ekki mennst fólk þetta náttúrulega. Það er ótrúlega að horfa á þetta, þetta er bara eins, þú sér einhvern spila Super Mario og bara, hann hoppar og gerir allt perfekt og maður er bara, ég er ekki með viðbröðin, hand-eye coordination er ekki til staðar til að gera það. En þetta eru kannski 1000 tímar sem er notið þetta. Já, þú veist, þetta er ótrúlegt að sjá þetta, ég meina það tók mig 30 eitthvað tíma að klára Demon's Souls. Já. Og ég er búinn að vera að spila núna áfram í New Game Plus bara með aðeins dóttum mér hérna á trófeima Kveljað aðeins mér. Ég er komin yfir á þeim ég kann Þú ert búinn að vinna leiki, það er bara nóg. Málið það, ólíkt hinileikin þá þekkti ég minnst til þessa heims. Ég var búinn að læra Dark Souls fyrir löngu síðan, ég lærði ótrúlega mikið öll frægusvæði hans til hins góðs og slæms. Þetta var ótrúlega mikið nýtt fyrir mér, svo ég svona en ég var ekkert sáttur sagt að ég kláraði miðlutuna á þess að fá hjálp frá neinum. Ég hef búinn að fara tilbaka með sömagöruna og drepa einn eftir að fengja aðstoð. Hvað notaður marga tilraunir í þess að fljúgandi hana gargoyla? Mér fannst það. Það er algjört. Ég fekk reyndar aðstoð við það. Ég átti að díla það aftur sjálfa. En já, ég veit hvað það með. Helgispjöld! Man-Eaters heitar einmar rétt. Já. Þeir eru hryllingur. Það er svona drekinn. Ég var að díla við drekan áðan.
þarna stór Dragon God-gaurinn sem Það sem berði. þetta fela sér alltaf. Já, það var sem dálítið drepur þig í einu. Ef þú nærðir þá deyrðu í einu höggi. Sko. Já, þeir hefðu mátt En- breyta því aðeins. En það er mjög heppilegt að ef þú deyrð þar, þá er fastráðpunturinn beint fyrir framan inganginn. Þannig að þú þarft að hlaupa rosalega stutt. Þannig að þú græðir á því að oftast það sem getur gert í pirraðan og fengið það klúður hlutunum í svona leikjum er að þú þarfst að endur eitthvað svo mikið að þegar þú loksist skoðan á partinn þá er búin að vera pirraður og klúðrar einhverju öðru og deyrir fyrir einhverjum moment. Það er eins og að spila einhvern bossbattle í einhverjum töluleik en hann er ekki með autosave í einhverjum, segjum að bossinu við þrjá kapla og það er ekki autosave einstar. Hann neyðir alltaf að fara ekki allan kapla aftur og þú ert að hlusta á ræðuna sem er unscapable og þið kannast þetta skilur. Maður er eins og pirrar maður bara haldi kjafti, ég kann ræðina nauðvitað. Tala bara aðeins hraða, mér langar að fara að drepa þig skilur. Og maður er pirrar, maður gerir stupid mistök kannski stundum og maður er bara svona, oh god, og þú veist. Var hvað ég fegin samt að leikir í dag sem er búin að aðeins að chilla á þessu svona. Það er ákveðin nútíma þægindi. En byrju, ég er ekki alveg svo að Returnal finnst mér bara miklu erfiðar en þess. Velkomin í hópinn. Það er máli, ég hef spilað Returnal líka. Einu sem segir mér, ég er bara, og ég er einmitt sammála því. Hann er erfiðar að þýlum til er að, sko, tímapunkturinn sem þú ert að spila Souls-leikina vanalega það er ekkert svo lang svona hringarásum. Hún er kannski einhverjar 10, 15, 20, hálftími eitthvað mínútur sem þú hefur sem getur endur ekki einhver hringrás. Vandamálið eins og Returnal var að hringrásin í hör getur verið 1, 2, 3, 4 klukktímar. Þannig að mistökin geta komið í lokin og geta það verkum að þú ert að enda ekkert allt saman. Ég lendi nokkuð sem í því og þú getur ekki seifa, jafnvel þú getur ekki seifa hefðbundin skilningi í Souls-leikunum en það eru punktar sem allt seifast og þú hefur statið að byrja frá en ímyndaði Souls-leika sem verður þannig að þú ert að byrja á fyrsta borðinu aftur. Ég held ég myndi aldrei spila neitt með þessu leikin þá, ég myndi bara taka úr bjóðdiskinn tvend og gleyma þér að nokkuð eru búinu til bara. Já, svo getur þú levelað upp í Souls-leikin. Já, það er getur líka orðið öflugri en ekki Returnal. Já, og það er svona ákveðnir hlutir sem ég fíla við og ég vil óska þess að ef það verið co-op element í þeim leik það verður ósynlega. Þó ekki sem maður getur ekki einn með mér. Þá getur þið karjað mig. Já, og ég og Daniel eða ég og Bjarki verður Strákurinn sér það, hvað er það? Já, hann legir hann út. En eins og ég segi, þú veist. En hvernig er hann hlaðtíminn á Playstation? Er hann fljótur hlaða leikurinn? Hann er yndislegur, hann er snöggur. Bara þú ítrættar hann kveikir á vélinni og skipar fyrsta cutscene þú ert komin inn í leikinn bara innan við sko hálf mínútu. Andatak. Ég man eftir í gamla dag. Eldsnöggt maður. Ég pröfaði að kveikja á PlayStation 3 útgáfunni í fyrradag og spilaði gegnum byrjunarpartinn. Já. Fara gegnum allar menjun og loading screen og maður bara, oh god, þetta er bara með nútíma tækni, þetta SSD harddiskana. Þeir eru búin að venjast hvað eru þægilegur og snöggir. Og síðan er þetta að bíða eftir núna. Þetta er eins og að kveikja á gamalli tölvu sem er ekki með svoleiðis disk harðdisk og síðan er þetta að bíða eftir að Windows loadi og þú bara fer fram og leggur hérna næstu meðan og á meðan talvan kveikir á sér hins segir. Maður er vanur því að stýrikerfi þarf alltaf að lótast. Við erum vanir og góðu stundum og maður gleymir þessu þangað þegar maður fer tilbaka. Þetta er eins og að vera með mjög góða nettengingu sem fyrir heim til frænda eins og það landi sem er bara með dial-up-nesti og þú ert bara Jesús minn, ég ætla að horfa á 1 YouTube en bara ég verði með 6 mánuði. Þú veist, maður gleymir þessu alltaf fljótt og það er stundum gott að minna sig á hvað maður hefur að þægilegt. Og ég fekk góðan skóli því einu sinni fyrir mörgum árum síðan þegar ég bjó hérna fyrir sunnan og var með ADSL-tengingu og fluttist norður og það var ekki komið ADSL, þannig ég ætti að fara aftur í dial-up, 56K. Fyrir yngri lesendur okkar veit að það er ekkert góð að tala við skulum bara segja gangi vel að nota Facebook eða Instagram eða neitt að þess að þú myndir hoppa út fram að svölunum í mildtíðinu örugglega. En þannig að hann er, sko, hann notar DualSense fjárstýringuna rosalega vel finnst mér og með 3D heyrnartól þá eru þau mjög vel gerð líka. Hann næri einhvern veginn að hitta flest allir punktana fyrir mig. Hann er það, þú veist, þó að þetta sé klárlega ekki leik fyrir hvern sem er, en ég myndi ekki samt geta notað hann bara að segja, sjá hvað hrægt að PlayStation 5 skilur, sjá hvað hann fljótar að lóta, sjá hvað hann lítur vel út, sjá hvað HDR er flott. Ég var einmitt til í demo á honum, því ég veit að ég hef engan áhuga á spilan, en ég þarf að hjálpa með Returnal. Ég þarf að koma til þín og, já,
Kikki í kaffi. Ég er sem að staldra bara við í hálftíma og leifa að pröfa. Og horfa með þjást. Við þurfum að hafa Demon's Souls partí bara. Spila Demon's Souls allt kvöldið. Draumurinn hjá mér Draumurinn er að láta Daniel spila Dark Souls 1. Það er sem ég langar að gerast. Áskorun. Mér langar í það. Ég er tilbúin að borga fyrir það. Hvað segir, hvað sponsaðu? Já, ég myndi borga líka fyrir það. Þú varst ekki tilbúin að veðja við svindleika þann? Nei, en ég er tilbúin að gera eitthvað fyrir þetta. Þetta er ekki leikur sem Sveit fyrir ekki, þetta er ekki leikur sem Bjarki er að stinga upp á morgunstund með Dark Souls. Með krökkunum. Souls-leikir eru krakkar. Þú var að spila að slökku á kvolpasveitinni Já, við förum við förum á PJ Mask yfir í gargoyles og skrimsli og dreka og vandýrur. Ég segi það, ævintýri bara. En eins og segi, þetta er skemmtilegur en ég myndi alltaf mæla með kynntörunleik fyrirfram, skoði myndbönd á YouTube vegna þess að þetta er ekki alveg svo þetta er ekki leik fyrir hvern sem er eða einhver aðrir en þeir sem þetta er fyrir Skáskoranir eða eitthvað. Já, þetta er alveg þessi við þeir en eins og ég segi, svo ég læt það duga, en ef þið vil lesa mér leikinn þá mæli ég með gagnrýna Steinars á heimasíðunni okkar Nördnáls. Já, algjörlega. Það sem sérfræðingurinn sem actually veit miklu meira en ég nokkuð tíma veit Þú ert að nálgast mig, heyrðis mig. Ég er búin að lesa mikið Wikigreinum og YouTube-myndböndum og það hjálpa til.